Katrín, mig langar að spyrja þig, þið ákváðu á síðustu dögum þingsins að samþykkja kísilver á Bakka og meðal annars að ríkið gæfi með hverju starfi þar það bil 26 milljónir króna. Finnst þér það í lagi? Varstu sátt við þessa forgangsröðun ykkar Vinstri grænna? Hvað varðar okkar atvinnustefnu og Bakka, þá liggur það alveg fyrir að á Bakka lá fyrir viljayfirlýsing uppbyggingu álvers á Bakka. Og það sem við erum að horfa á þarna 10 sinnum minni framkvæmd þegar kemur á orkunýtingu. Þarna verið að tala magn af orku, það í raun og veru hægt að fá þessa orku út úr þeirri viðbótar orku sem inn á kerfinu í dag. Eða leita leiða í virkjanakostum sem eru í nýtingaflokki og þar hafa verið nefndi Þeistareykir. Mér finnst líka mikilvægt að því Bjarnarflagsvirkjun hefur verið nefnd að það okkar eindregna afstaða að þar eigi ekki að virkja nema það sé algjörlega tryggt að sú virkjun hafi ekki áhrif á lífríki Mývatns og þess vegna þar mjög mikilvægt að framkvæma þar umhverfismat og í raun og veru teljum við ekki þörf á þeirri virkjun. En í prinsippinu, Katrín, finnst þér í lagi að ríkið sé að greiða svona með? Þess vegna á þetta ekki að koma til greina og það sem ég að segja þarna vissulega uppbygging á sviði iðnaðar en það umtalsvert minni iðnaður en við hefðum verið að horfa á með álveri. Nei, þetta er ekki minna jákvæðisverðsmenn á grundvallar. Nú ætla ég, og það mun fleiri störf sem skapast per vatt til að mynda í álveri, þannig að við skulum bara horfa á það að þetta auðvitað málamiðlun. En við höfum aldrei nokkuð tíma sagst í mínum flokki vera á móti allri uppbyggingu iðnaðar. Þannig að við þurfum að horfa á það að við metum þetta ekki sem stóriðju, ég held að sé enginn sem skilgreinir þetta sem stóriðju. Minna járnblendiverksmiðjan á Grundartanga sem skilgreinir þetta sem stóriðju. Þannig að við skulum horfa á það. En hvað varðar okkar atvinnustefnu, þá hefur hún verið algjörlega skýrt lagt fram og hennar áherslur birtast meðal annars í fjárfestingaráætluninni sem Guðmundur nefndi hér áðan og var unnin með fulltingi stjórnarflokkarna og með fulltingi Bjartrar framtíðar. Og þar sjáum við þá stóru línu sem við viljum setja í atvinnustefnu. Og hver hún? Jú, það hagvöxtur sem byggist á hugviti. Það hagvöxtur sem reiðir sig ekki á þessar endanlegu auðlindir sem við eigum hér, náttúruauðlindirnar. En hafið þið með þessari framkvæmd? Hafið ekki sýnt í raun hver stóra línu í ykkar atvinnustefnu? Jú, það til að mynda orkan sem við eigum hér. Fallvötnin. Það eru fallvötnin. Fiskurinn í sjálfbærri fiskveiðistjórnarstefnu. Það eru fallvötnin sem ég að vísi og það alveg algjörlega ljóst að það ekki einkamál okkar kynslóðar, Bjarni, hvernig við nýtum það. Við þurfum að horfa til lengri tíma og það liggur alveg fyrir, raun og veru búið að virka hér helming nýtanlegrar orku á Íslandi. Erum við ekki með sjálfbærar orkuauðlindir? Nei, við skulum bara horfa á það. Það ágætt að vita það. Þetta er endurnýjanlegur orkugjafi, það er alveg hárrétt. Það er það sem ég er að benda á. En við eigum hér gríðarleg verðmæti í náttúrunni sem betur fyrir nú umræðan að breytast þannig að fólk átta sig á því að það er mikilvægt fyrir okkur sem núna erum hér að skila þessu umhverfi sem við eigum sem mest óspilltu til komandi kynslóða. Því við verðum að horfa til lengri tíma, við getum ekki bara horft til 4 ára og þess vegna eigum við að horfa á nýsköpun, við eigum að horfa á þekkingarina og það er ekki rétt að við reiknum ekki með því að nýsköpun verði til upp úr grunnatvinnuvegum. Það er gríðarleg nýsköpun á Íslandi til að mynda í matvælaiðnaði sem snýst það að nýta betur það sjávarfang sem við veiðum, til að nýta betur það landbúnaðarafurðisvegum. Það er líka gríðarleg vöxtur til að mynda bara í tölvuleikjaiðnaðinum, í ýmiss konar þekkingarinn og þess vegna höfum við tvöfaldar rannsóknarsjóð, tvöfaldar tækniþróunarsjóð, styrkt þessa verkefni sem við skapa til greina og það er það sem ég er að segja. Við eigum að... Það er svo erfitt að stofna fyrirtæki á Íslandi. Og svo vil ég bara loka sammála það. Og þetta er svo fjölbreytni sem við eigum að reiða okkur á.